Bandaríkjaforseti væntanlegur til Minneapolis á morgun og ætlar að skoða aðstæður. Krónan veiktist 2,4% í dag og hefur veikst 6% í vikunni. Úrvalsvísitalan lækkaði tæp 2%. Mikil viðskipti hafa verið á gjaldeyrismarkaði í dag. Danske Bank gaf út greiningu í dag þróun íslensku krónunnar og má segja að hún sé hefðbundin hjá bankanum. Það menn eru sem fyrir nokkuð svartsýnir fyrir hönd íslenska hagkerfisins. Bent á að krónan hafi staðið sig vel frá áramótum en að blikur séu á lofti. Líklegt sé að krónan falli meira á næstunni en hún hafi gert í vikunni. Í velvísi greiningardeildar Landsbankans bent á að þrátt fyrir að krónan hafi veikst 6% í vikunni sé hún þó enn 7,5% sterkari en í upphafi árs. Velta á gjaldeyrismarkaði í dag nam tæpum 60 milljörðum króna og var mikil innlend eftirspurn eftir erlendum gjaldmiðli. Verð hlutabréfa hélt áfram að lækka í dag og endurspeglar lækkun undanfarinna 2 vikna þá lækkun sem orðið hefur á erlendum mörkuðum. Úrvalsvísitalan lækkaði 1,74% í dag og stóð í 8.402 stigum. Lækkunin síðustu 2 vikur nemur 5,8% en vísitalan hefur engu að síður hækkað rúmt 31%.